Gylfi, verður þetta eitthvað sætara en þetta? Já, ef við klárum þetta, þá verður það sætara. En hvað leikinn var það var þetta bara mikið af tilfinningum að fá þessi marki í 90. Og þeir svona að henda öllum fram, konum með 2 hafsendin fram og mikið af löngu boltum sem við erum að díla við. Og ná að stila þessu, 95-96 eða eitthvað, það er náttúrulega bara geggja. Hversu nálægt eru þið þessu? Segð þú mér. Hvað erum við með? Við erum með 7 stiga forskot og 3 leikir eftir. Og 9 stig, þannig að við erum 2-3 stigum frá þessu fyrir eftir markatölunni, þannig að við þurfum allan 1 sigur í bót. En bara leikurinn í heild sinni, hvernig fannst það? Bara skemmtilegur, þetta gríðarlega svekkjandi á okkur að fá okkur mark eftir 2 mínútur úr horni. Gerði þetta svona smá erfiðara fyrir okkur, við komum bara tilbaka mjög sterkir, náðum að jafna og fannst við svona, held ég svona ívið sterkari í kannski lok fyrir hálfleiks. Auðvitað erum við komin í 2-1, þá erum við bara rólegir, varnarlega þéttir og kannski þeir ekki að búa sér til mikið og við erum meira með boltan aftarlega hjá sér á vellinum. Þannig að það var svona svolítið þægilegt. Náttúrulega fór að dæla boltum inn í boxið síðustu mínútu. Þetta er svekkjandi að fá þetta mark á sig. Það getur gerst. Sýndi karakter, heldum þetta út og náðum að stela marki í lokin. Þetta mark í lokin og stuðningur kannski heilt yfir, þetta lítur að vera bara skemmtilegt. Bara geðveikir stuðningsmenn. Ég var að segja viðtalið á hann, saman hvort við förum til Ísafjarðar eða hver sem við förum, þeir eru alltaf mættir. Þannig að þeir þetta skilið eftir að bara styðja mjög vel við okkur í allt sumar. Næsti leikur er FH á heimavelli næsta sunnudag, þið getið tryggt titilinn þar og ætlið ykkur væntanlega að gera það? Já, auðvitað. Markmiðið er bara að reyna að klára þetta sem fyrst. Það er aldrei neitt öruggt í þessu fyrir en þetta er bara algjörlega búið, þannig að það er smá eftir. Við verðum að klára þetta.